Komið sæl, saga Sjálfstæðisflokksins spannar á þessi ári 95 ár. Það er í mörg horn að líta þegar horft er tilbaka og hingað til hafa komið til okkar góði gestir sem hafa sinnt ýmsu störfum fyrir Sjálfstæðisflokkin og í þágu sjálfstæðisstefnunnar. Nú er til mig kominn Vilhjálmur Egilsson, fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Þú sast á þingi fyrir flokkin á árunum 1991 til 2003, en þín vegferð í flokknum hófst töluvert fyrr í ungliðarhreyfingunni. Þannig að mér langaði að byrja þar. Hvernig kemur það svona til að byrja með að þú ratar inn í starfið? Ég var strákur á Króknum og gekk í Sjálfstæðisflokkin 14 ára gamall. Var virkur í félagi ungra sjálfstæðismanna á Sauðárkróki, Víkingi. Síðan var ég alltaf virkur í starfinu og bæði þar og sérstaklega í menntaskólanum á Akureyri þegar við vorum þar. Það var mjög gaman, skemmtilega ár. En síðan kem ég inn í stjórn SÚS 75 og er það 2 ár þar og er líka framkvæmdastjóri SÚS og vinn vinnuna í bákninu burt. Einmitt, því merka riti var það ekki sem að... Jú, það var gefið út mikið blað og við pældum í þessu fram og tilbaka og mjög svona skemmtileg vinna, skulum við segja. Og ég held að hún hafi haft heilmikil áhrif og vakti fólk til umhugsunar. Já. Hvernig var umhverfið á þessum árum? Manstu hver hugsunin var þegar þið voruð að undirbúa útgáfuna? Yes, málið var að okkur fannst að ríkið væri orðið alltaf umsvifamikið og þá var ekki bara að tala hinn eiginlega ríkisrekstur á skólum og spítulum og stjórnkerfið og heldur líka og kannski fyrst og fremst að ríkið var alltaf umsvifamikið í atvinnurekstri. Það rekandi hinn og þessi fyrirtæki, hvort sem var síldarverksmiðja eða sjávarútvegsfélag eða smiðja og meira segja gekk það svo langt að ríkið rak ferðaskrifstofu ríkisins sem hafði einkarétt á ferðaskrifstofu þjónustu gagnvart erlendum ferðamönnum. Einmitt. Það er enginn að fara að taka það fyrirkomulega aftur upp. Já, þetta þótti alveg aftaka frjálshyggja að anda á þetta fyrirtæki. Já, einmitt. Og hvernig var þessi hópur skipaður sem að... Þetta var fyrst og fremst stjórn SÚS og Friðrik Sófusson var það formaður og síðan man ég að Þorsteinn Pálsson var mikið í þessu og Baldur Guðlaugs og fleiri. Þannig að þetta var mjög skemmtilegur hópur svona, sem að kom að þessu og við sátum yfir þessu og blað kom út og umræðan vakti bara mjög mikla athygli og ótrúlega margir sem að voru okkur sammála þessa hluti. Á þessum árum eru að verða ákveðin umskipti út í heimi. Voruð þið undir áhrifum af því sem var að gerast þar? Já, það má alveg segja það og þó kannski meira seinna, sko, en það voru bara mjög mikil svona umbrot að það voru ákveðin svona tímamót að því leyti til að ríkið og umsvif þess og svona það sem mann töldu að ríkið gæti gert var eiginlega komið á ákveðin endapunkt, sko. Og við vorum búin að sjá eða upplifa mikið tímabil sem var kallað stagflation, þar sem að bæði atvinnuleysi og verðbólga fóru vaxandi á sama tíma og bara hinn mestu vandræði komin í ríkisrekstur mjög víðar. Og við þetta vorum svona hluti af þessari hugmyndafræði en má segja kannski að það var svo aðeins seinna sérstaklega þegar Reagan var komin til valda í Bandaríkjunum sem að svona þessi fór eitthvað að gerast svona í alvöru í þessu en það var heilmikil gerjun einmitt á okkar kanti í stjórnmálum út allan heim á þessum árum. Og hvernig voru viðtökurnar við þessum hugmyndum þá bæði innan flokks og utan? Það var eins og gengur, sko, misjafna náttúrulega og sumir þóttu að sér vegið og allt það en almennt fannst mér góður stuðningur við þetta og fólk sá að þetta var ekki að ganga
og engin ástæða til þess að halda út í þessum rekstri nema þá þú veist, til að skaffa einhverju fólki atvinnu en ekki það var minna sem að kannski verið að hugsa um kúnnan eða arðsemina. Já, og finnst þér þessar hugmyndir hafa elst vel? Já, sko, eftir að fjölmörg fyrirtæki voru seld að þá dettur engum í huga að fara að setja upp ríkisrekstur á þessum sviðum á nýjan leik. En síðan annað sem var þarna á þessum tíma að fjármálamarkaðurinn hafði ekki fengið sama frelsi eins og aðrir hlutar hagkerfisins gerðu í upphafi viðreisnartímabilsins. Að þá verður mikil umskipti í allir sem snýr að innflutningi og útflutningi og frjálsum utanríkis viðskiptum og sem hafði mikil áhrif á allt samfélagið og menn voru svona að komast út úr þessu skömmtunar umhverfi en fjármálamarkaðurinn og allt sem að sneri að því sat alveg eftir og það ekki fyrir en á svona 9. áratugum að það fyrir að hreyfast eitthvað bara eins og okkur ekki sjálfsagt í dag allir í kreditkort sko. Þau voru ekki til á þessum tíma sko. Nei, akkurat fjarlægu veruleiki kannski. Já, það var og ferðamannageldir í skammtaður og svona heilmikil skömmtun í gangi á öllu sem að sneri að fjármagni. Og náttúrulega raunvextirnir mjög neikvæðir, verðbólgan rauk upp eftir að vinstristjórnin tók við 71 og allur sá áratugur var alveg skelfilegur og sá næsti líka sko. Þannig að þetta voru mjög sérstakir tímar að því leyti til. Þú gengur menntaðinn á þessum árum, meðal annars í Bandaríkjunum og ræður þið síðan til Vinnuveitendasambandsins og hefur komið víða við svona, í svona þessum vinnumarkaðs geira. Þegar þú varst í Bandaríkjunum við nám, varstu fyrir áhrifum af samfélaginu þar að einhver leyti? Já, það var ekki annað hægt. Ég var þarna 77 til 82 og þannig á Carter-tímanum þá fór allt í raun á hliðina í Bandaríkjunum. Og þá fór verðbólgan yfir 10%, atvinnuleysi yfir 10% og vextirnir svo yfir 20%. Þannig að það var bara mjög erfiður tíma og maður sá bara hvernig hrikti í öllu rauninni í öllu samfélaginu í Bandaríkjunum. Það bara þolir ekki, það bara ekki tilbúið undir svona. Og þá var svona komið bara leiðarenda í þessum bara í þessari sömu þróun eins og bara búið að vera hjá okkur að sífellt verið að svona rauka ríkisumsvifin hægt og hallarekstur og skattar hækkaðir og á svona alls konar sviðum. Þannig að það var bara þarna gjörbreyting þegar Reagan tók við og bara upplifa það til dæmis hvernig Reagan var talinn bara hálfgerður kjáni, bara lélegur B-mynda leikari. Svona þegar var að tala hann hér á Íslandi og víða í þessum svona intellectual kreðsum í Evrópu. Og svo einhvern veginn var það samt 4 árum seinna, 84 þegar hann fyrir endurkjör, að þá vann Reagan hvert einasta fylki í Bandaríkjunum, í forsetakosningunum, nema Minnesota sem að Walter Mondale var frá. En einhvern veginn héldu menn alltaf áfram að svona þessir intellektuálar að tala Reagan eins og hann væri hálfgerður kjáni. En í rauninni þegar upp að staðið reyndist hann svona einna bestu forsetum Bandaríkjanna. En þetta var svona mjög áhugavert að fylgjast með þessu og allir þessari hugmyndafræðilegu umræðu sem var í Bandaríkjunum á þessum tíma og menn voru mjög mikið að spá í
sko hlutverk ríkisins og hvert það gæti verið og takmörk þess. Já. Í kjölfar þessa þá upphefst þinn ferill hjá Vinnuveitendasambandinu og síðar ertu hjá Verslunarráði og síðan hjá Samtökum atvinnulífsins. Hvað er það sem leiðir þig inn á þessa braut helst? Það var nú kannski tilviljun líka að ég þekkti Þorstein Pálsson sem að þá var framkvæmdastjóri Vinnuveitendasambandsins þegar ég var að ljúka námi og ég hafði svo sem alltaf verið heima á sumrin og unnið hjá félagi íslenska iðrekenda. Þannig að þekkti svona marga í þessum atvinnulífskreðsum og svo þarna vorið þá hringdi Þorsteinn í mig og spurði hvort ég vildi ekki koma að vinna hjá þeim og ég var náttúrulega til í það og þetta var mjög skemmtileg tími þarna 82 til 87 og hérna eitt af mínum fyrstu verkum hjá Vinnuveitendasambandinu var að mæta á fund hjá Kauplagsnefnd og hækka ásamt 2 öðrum öll laun í landinu einhver 7%. Einmitt. Og síðan 3 mánuðum seinna þá hækkuðum við 14. Já. Og síðan 3 mánuðum þar á eftir yfir 20. Einmitt. og þetta var náttúrulega komið bara út í tóma vitleysu vísitölubinding launa þannig að þegar að ríkisstjórn ný ríkisstjórn kom inn 83 Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins að þá var þetta allt saman tekið úr sambandi og það tók mjög verulega á sem sé að ná þá verðbólgunni niður og við vorum endalaust á vinnumarkaðnum að reyna að ná svona einhvern veginn lendingu þannig að getum verið að ná frið á vinnumarkaðnum án þess að verðbólgan færi að stað aftur og reyna að hanga á þessu eins og þetta var og mikið reynt að ná þjóðarsáttum og hvað þetta hérna allt saman sem hann náði svo reyndar síður 1989 og 90 en þá var ég reyndar farin, þá var ég farin í Vestlandsráði þegar það gekk yfir. Þú hefur verið þarna á þessum stigum? Já, ég var þarna ég var sem sé frá 82 til 87 og það voru þetta hinn mikla samningaviðræður allan þann tíma og bara ágætt góð samskipti á milli okkar og verkalýðshreyfingarinnar og samstaða það sameiginlegu markmið að reyna að ná samningum sem að samræmdust í að vera þetta ná verðbólgunni niður og margir eftirminnilegi samningar í kringum það og þetta var líka á þeim árum sem að var farið að lækka verð á bílum til þess að ná höggva í vísitöluhækkunina. Já, einmitt. Og svo kom skattlausa árið og það bjargaði nú mörgum skal ég segja þér. Margir bölvuðu því svo síðar að það hefði verið mikil aukning eftirspurn og allt var á hliðina og þá var það nú samt til þess að ótrúlega margir gátu unnið og aflað tekna og borgað niður skuldir og komist út úr vandræðan sem lentu í þarna 1983. Já, þannig að margir sem réttu sig af en þetta var aldrei skrautlegt líka því að bara þegar við vorum að gera kjarasamninga vorum með svona þjóðarspá og það átti að vera svona heilmikill vandræðagangur í efnahagslífinu og við vorum að svona miða eiginlega allt út frá því en svo þegar uppi staðið þá minnum við að landsframleiðslan hafi vaxið einhver 10%. Já, einmitt. Þannig að þetta var margt mjög skrautlegt á þessum árum en samt var eitt áhugavert sko, við vorum mikið að velta svona okkur fyrir okkur ríkisrekstrinum og sköttunum og þessu hvernig væri hægt að lækka skattana til þess að hjálpa okkur að koma peningum til fólks og merkilegt var
að við vorum átt að vinna þá saman með alls konar tillögur hvar væri hægt að spara í ríkisrekstrinum. Akkurat. Og það voru margar tillögur sem voru frá því að við vorum í báknum burt, en síðan líka tillögur sem við vorum með hjá ungum sjálfstæðismönnum, að ég formað SÚS 85-87 á þessum tíma og gáum meðal annars út mikið rit ráðdeild í ríkisrekstri sem var Hreinn Loftsson ritstýrði og þar voru heilmargar svona tillögur og annað og við vorum átt svona saman við og alþjóðasambandsmennir að viðra þessar tillögur og ef að ríkisstjórnin vildi ekki lækka skattana eða var eitthvað að tala útgjöldin, þá bara við erum með tillögur að lækka þau líka. Já, akkurat. Mikið gott. En svo saga að segja frá því að svo við kemum í þingið 91 og Friðrik í fjármálaráðherra og Þröstur Ólafsson, hann var aðstoðarmaður Jóns Baldvins og við vorum svona fengnir í það að vera svona til ráðgjafar svona sem varðandi ríkisútgjöldin og það var voru heilmikil umskipti þegar ríkisstjórn Davíðs tekur við og Friðrik fjármálaráðherra og eitt mjög stórt mál til dæmis rammafjárlög. En þá vorum við alltaf með þessar tillögur allir í skúffunni við Þröstur. Þannig að ef ráðherrarnir vildi ekki makka með í rammafjárlögunum og koma sjálfur með tillögur hvernig þetta lækka útgjöldin, þá sögum við erum við fullt af tillögur. Já, alltaf klárir. Þannig að það var alveg bara ótrúlega mikið af því sem að síðan svona náðist í gegn þá. Já, sem rataði inn í. Já, þannig að allir þessi vinna í SÚS að hún skilaði sér nú og þetta var náttúrulega ótrúlegur árangur sem að náðist á þessum árum þegar Davíð forsætisráðherra og Friðrik fjármálaráðherra, þegar fyrst var heilmikill halli á ríkissjóði og hann var á greiðslugrunni sem þá var það var og svo þegar var búið að ná og greiðslugrunni snerist það bara hvað er að borga inn og út úr ríkissjóði en ekki svokallaður ekstragrunnur sem var síðan tekin upp í framhaldinu og þá kom nýr halli. Já, og það þetta ná honum niður líka en samtals þá var þetta eitthvað 3-4% af landsframleiðslu fyrst á greiðslugrunni og svo þegar það skiptir í rekstrargrunni þá myndaðist aftur einhver slíkur halli. Já. En þetta var alveg bara magnaður árangur í fjármálaráðherra tíð Friðriks að ná í rauninni þessi öllu sem var niður. Ná upp einhverjum aga. Já, en ég var reyndar aldrei fjárlaganefnd, ég var alltaf efnahags- og viðskiptanefnd og sáum að skaffa ríkissjóði tekjur. Já. Mikið gott. Stemdi alltaf í það að þú færir inn á þing? Varstu búinn að hafa það lengi í? Ekkert endilega, en ég fór formað SÚS 85-87 og ég man að þessum árum þá fór ég í prófkjörinn í Reykjavík og náði nú ekki tilskildum árangur þar. Nei. En þetta var líklega eitthvað í byrjun árs 87 að þá var hringt í mig norðan og beðið að fara þar í framboð og fór sem sé þar í annarsætið og svona bara gaman að því en þá kom borgarflokks framboð og þá var þetta vonlaust alveg að ná inn en svo var ég aftur í öðru sæti í 91 og eftir mikla sviptingar og kosninganótt sem var inn og úti og inni. Þú hefur lent í því? Já, öll skiptin. Ég var þrisvar sinnum kosinn og öll skiptin var ég svona inn og út á kosninganótt. En það var svona, fyrstu hún var nú eiginlega svona skrautlegust, því að þá var ég alltaf úti og við vorum með svona kosningaboð og okkur gengið mjög vel og aukið fylgið mikið
En einhvern veginn þá var ég alltaf úti, sko. Já. Og svo erum við búin að loka kosningapartíinu og kveðjast og svona, og ég var að fara heim til foreldra minna sem ég var, nema þegar ég kem inn á dyraðan þar, þá var ég allt í einu komin inn. Það stutt á milli í þessu. Já, það var bara kosningapartíi ræst út aftur heima hjá einum frænda mínum og hélt, það stóð alveg fram á morgun. Já, ekkert annað í stöðun en að ræsa bara partíið aftur. Já. Mjög gott. En svo 95, þá var ég líka alltaf inn og út, en þá var ég alveg búinn að læra dálítið á svona hvernig þetta var og bara þegar fyrstu tölurnar komu sagði þetta allt í lagi, hvernig þetta lá og við vorum reyndar þá líka með svo öfluga utankjörsta maskínu, sko. Já, innan flokks. Já, þetta var tekið með alvöru, sko. Að byrja á því, jólafríinu, að þá var bara farið á hverjum einasta stað í kjördæminu og kortlagt algjörlega hverjir væru heima og hverjir væru í burtu og yrði í burtu og hverjir væru í skóla eða vinnu einhvers annar staðar og svo var bara að byrja að hafa samband við fólkið. Bara fljótlega frá áramótum og haft svona 3-4 sinnum samband og svo var sveit manna hérna í Valhöll úr kjördæminu sem sáum að vera í sambandi og ná í atkvæðin. Og svo þegar var talið, svo þegar utankjörsta atkvæðin voru eftir, þá vorum við með miklu hærra hlutfall úr þeim heldur en nokkuð tíman voru atkvæðanum í kjördæminu sem greiddi á staðinu. Margra mánaða kosninga bara. Já, en það er bara þessi vinna og mér hefur fundist að hún var að detta mikið niður, sko, seinni ár, sko. Já, þessi Og þetta gerðum við líka í 99 fyrir kosningarna þá. Já. Og þetta skilaði sér algjörlega. Einmitt, skilaði sér í kassana. Já, þannig að maður sá alveg að þegar ég byrjaði að telja utankjörsta atkvæðina þótt ég veri úti áður en það byrjaði, þá myndi ég koma inn. Já. Hvernig er tilfinningin að koma inn í þingið, svona sem nýr þingmaður? Það var mjög gaman og þetta voru spennandi tímar. Já. Davíð búinn að mynda viðeyjarstjórnina og virkilega gaman að vinna með Alþýðuflokknum. Okkur var ágætlega til vina, okkur Jóni Baldvin og hefum alltaf verið miklu vinir þannig. Hann var nefnilega einn af þeim sem tóku svo mikið undir minn málflutning. Já. Þannig að áranum undan, sko. Akkúrat. Og það var, vegna þess að öllu þessu skömmtunarkerfi á peningum og ríkisbankunum og sjóðunum og þessu öllu saman og fylgdi bara svo mikil svona óeðlileg spilling, sko, getur maður að kalla, sko. Þú veist, þegar einhverjir píratar að tala um einhverja spilling í dag, þeir veit ekki hvað er að tala þessi menn, sko. Því að þarna var, kunningja þjóðfélagi var eiginlega alls ráðandi og mikil svona fyrirgreiðsla, svona pólitísk og pólitísk stýring á peningum og þetta bara gekk ekkert upp, sko. Og bankarnir voru mjög óburðugir og svo voru fjárfestingasjóðir atvinnulífsins og byggðasjóðir og þetta allt saman og þetta bara gekk allt saman meira minna út á pólitík, bæði bankaráðin pólitísk skipuð, bankastjórarnir pólitísk skipaðir, sem að tala ekki síðan sjóðina sem að atvinnulífssamtökin voru mikið þar svo sem en þetta var allt saman meira minna pólitík, sko. Menn hafa átt að segja á því þannig að það hafi verið samhljómur það að þetta þurfti að... Já, Jón Baldvin var mikið inn á því að þetta kerfi allt saman þetta brjóta upp og önnur máli eins og til dæmis að það var ekki frelsi í útflutningi sjávarafurða til dæmis og það var einokun og verktakastarfsemi á Keflavíkurflugvelli og þetta var allt saman mál sem við súsararnir vorum að berjast í og vildum afnema þessa einokun í útflutningnum
koma á einhverju eðlu viðskipta umhverfi á Keflavíkurflugvelli í viðskiptum með varnarliðið og svona brjóta upp bara allt þetta skömmtunarkerfi sem var við lýði. Þannig að Jón Baldvin var eiginlega bara mjög góður sem sé bara frjálshyggjumaður skulum segja að þessu leyti. Einmitt, góður samherji í þessu. Já, og svona hann komin inn í ríkisstjórn með Davíð og þá náðum við mjög vel saman þetta og eins líka höfðum við verið mjög samstiga í EES-málunum þegar í ríkisstjórninni þarna undan. Og þannig að við vorum bara bara fínir félagar og gaman að vinna með honum svo þegar við komum í ríkisstjórnina. Og svo var ég líka formaður í Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA og formaður þingmannanefndarinnar allrar eitt ár þegar ég kom inn í þingið og þegar mest varum að vera í gerð EES-samningsins og margt sem var þá í gangi. Þannig að þetta var mjög spennandi að koma svona að þessu og það var í rauninni þetta yrði alveg ótrúleg umskipti á þessum tíma og stundum með maður hugsa tilbaka að teka upp þetta tímabil frá 91 þegar ríkisstjórn Davíðs tekur við og þangað til núna. Já, hann bara skoða þetta í gær að þá hefur landsframleiðsla á mann aukist 75%. Já. Og kaupmáttartölur hafa hækkað svipað. Þannig að við erum í rauninni tvöfalt sterkari nánast heldur en við vorum 91 og þannig að þessar breytingar sem þá urðu eru bara svo ótrúlega miklar og hafðu svo mikla þýðingu bara fyrir bara allt atvinnulífið og samfélagið. Og ég segi við þurfum að fara að berja okkur miklu meira brjóst af því að þetta var í rauninni sigur frjálshyggjunnar. Sigur frjálshyggjunnar. Þetta tímabil. Já, bara þessi umskipti sem urðu 91 og þegar við frelsuðum fjármagnsmarkaðinn og síðan í framhaldinu seinna þá hlutafélag með ríkisbankana og þeim fengum og þeir voru seldir og síðan sjóðirnir þeir runnu inn í Íslandsbanka í gegnum fjárfestingabanka atvinnulífsins og síðan kom lítil verðbólga, við settum lögin lífeyrissjóðina 97 og bara svo tala ekki kvótakerfið og allt í einu gat sjávarútvegurinn farið að mynda fjármagn og öll þessi umskipti sem urðu og með EES-samningnum og það allt saman og þannig að nútíma uppfærðum fjármála löggjöfina bara á mínum tíma tvisvar eða þrisvar sinnum Þannig að allt þetta bara gerði það verkum að það fór í gang alveg rosalega hagvaxtarmaskína. Einmitt, sem að hefur skilað bara þessu lífskjörunum. Og Ísland í dag alveg bara sama á hvaða mælikvarða á tekur. Að við erum bara vel sældar og velferðar þjóðfélag í fremstu röð. Við erum, ef það tekur svona alla svona þessa mælikvarða sem við erum að taka, þannig bara síðast að skoða eins og Human Development Report frá Sameinuðu þjóðunum, þá erum bara, í topp 10 og það bæði bara lífskjörin og líka jöfnuðurinn og alveg ótrúlegt að þessi frjálshyggjubylting skuli skila ekki bara þessum stóru og góða lífskjarabata, heldur að jöfnuðurinn hefur stór aukist. Og nú bara Ísland eiginlega bara með fremstu þjóðu hvað það snertir. Já. Er eitthvað
er eitthvað eitt umfram annað sem finnst það að vera mikilvægara eða horfir á þetta tímabil sem eina stóra pælingu sem gekk upp? Þetta var bara, ég myndi segja það var þessi frjálshyggja sem bara fékk að ráða. Það voru bara teknar upp markaðslausnir. Það voru, við talum við Björn, þá kom mjög vel fram líka að eins og kom samkeppni í háskólaumhverfi. Einmitt, akkúrat. Og ef þú spáir líka í bara uppbyggingu lífeyrissjóðanna og lífeyriskerfið, þá er þetta náttúrulega ein mesta einkavæðing á svona þessu elli lífeyris eða almannatryggingakerfi sem þú getur fundið, sko. Bara á heims? Já, bara því að svo eru margir sem eru sko með þetta allt hjá ríkinu og ráða ekkert við það. Og aðilar vinnumarkaðarins hafa verið alveg sko ótrúlega magnaðar í að byggja upp þetta kerfi, sko. Lífeyrissjóðana, og bara þessi kynslóð sem eins og ég er af, sem að byrja bara að borga í lífeyrissjóði sem voru ekki brenndir upp að báli verðbólgunnar, eru núna að fá bara mjög góðan lífeyri út úr þessu. En þetta er líka alveg ótrúlegt framlag þessara kynslóðar sem sé til bara samfélagsins að hafa breytt Íslandi úr því að vera stór skuldugt erlendis yfir það að vera eignaríki, sko. Einmitt. Það sem við eigum töluvert miklu meiri eignir heldur en að við skuldum, sko. Grundvallarbreyting. Algjör grundvallarbreyting og nú hefur fengið að byggjast upp á Íslandi mjög mikið fjármagn. Og það er að nýtast allt þetta fjármagn í að fjármagna atvinnulífið, nýsköpun, sprotafyrirtæki og allt mögulegt, þannig að þetta er alveg ótrúlega svona mögnuð maskína, hagvaxtar maskína þegar á allt er horft. Núna á þessum tímamótum, þegar Sjálfstæðisflokkurinn fagnar 95 ára afmæli, að því hvernig sérðu Sjálfstæðisflokkinn fyrir þér og hvernig sérðu þessi mál efnahagslífið og hagkerfið þróast til næstu áratuga, svona horfandi á þetta tímabil og horfandi síðan á sambærilegan árafjölda fram í tíman? Hvernig verður þetta og hvert er svona erindi Sjálfstæðisflokksins í þessu? Já, sko, ef við horfum fram í tíman þá þurfum við bara að halda þessari hagvaxtarmaskínu gangandi og hún er rosalega öflug og má ekki svona setja járnkalla inn í þau tannhjól. Nei. En svo sem samfélag þá eru fullt af svona verkefnum sem ég sé og það er kannski eitt stórt verkefni, það er að gera alla þessa útlendinga sem eru komnir hingað til þess að vinna og setjast hérna að Íslendingum. Og það tekur svona 2-3 kynslóðir að þetta góða fólk verði svona Íslendingar. Það bara gerist alls þar annars staðar, en við þurfum að leggja mjög mikla vikt á það. Síðan þurfum við líka að ná vel utanum rekstur þessara stóru kerfa eins og heilbrigðiskerfana, menntakerfisins og það allt saman. Og þar sko finnst mér að það vanti mikið sko samkeppni í þessi kerfi. Öll kerfi þurfa samkeppni, ekki bara atvinnulífið. Og það segir það til dæmis að eins og þessi samkeppni sem kom bara í háskólakerfi á sínu tíma þegar Björn hleypti HR af stað og ég var nú í verslunarráðinu og eitt í 10 árum á ævi minni að reyna að stofna HR, sko. Og það tókst þegar Björn var ráðherra. En hann sem sér hleypti þess að stað og bara breytingin sem varð að HÍ í þeim greinum sem að samkeppnin kom var alveg ótrúlega, sko. Akkúrat.
sem þá viðskiptafræði viðskiptafræði og lögfræði og svo verkfræðin og tæknifræðin og það allt saman, sko. Finnst þið vanta þá inn í heilbrigðiskerfi og þá kannski á... Já, mér finnst vanta inn í heilbrigðiskerfi. Mér finnst reynda, að það sé í rauninni þokkaleg samkeppni á milli framhaldsskóla. Fólk getur valið á milli og það eru svona mismunandi kúltúrar í mismunandi skólum sem eru greinilega að keppa, sko. En mér finnst eins og á grunnskólastiginu vanti svona þessa samkeppni, sko, til þess að styrkja það og ég held að það sé lykilatriði til þess að ná betri árangri á því skólastigi, sko. Nú varðandi heilbrigðiskerfið, þá þarf að innleiða miklu meiri samkeppni þar, sko. Og ég held í rauninu það að verið mikil mistök að sameina Borgarspítalann og Landspítalann á sínum tíma vegna þess að það búið til svona eitt stórt batteri sem að hefur ekki samanburð við neitt nema sjálft sig, sko. Og það þarf í sko framhaldinu, það búið að byggja hana nýja spítala og allt það, þá þarf að ganga hart fram með því að efla sko sjúkrahúsin á Keflavík og Akranesi og Selfossi og Akureyri til þess að veita Landspítalanum sko faglega og fjárhagslega samkeppni með einhverjum hætti, sko. Þannig að það verði miklu meira samkeppnisumhverfi þarna í heilbrigðiskerfinu og þá ég ekki að tala um það að þú veist að ríki ekki koma að því að greiða fyrir þjónustuna og slíkt endilega, bara alveg sjálfsagt, en ég horfa bara á árangurinn og þú veist hvernig farið með peningana og annað slíkt, að ef það ekki þetta aðhald af samkeppni með einhverjum hætti að þá erum við bara að kasta peningum út í lofti, sko. Þannig að þetta svona eitt og síðan náttúrulega annað þannig að það eru bara nokkri svona þættir og eitt sem skiptir náttúrulega máli, það bara þú veist orkuskiptin, stórumál og það megi bara fara að virkja, hvort sem það vindorka eða vatnsaflsvirkjanir eða sólarorka og þetta, og ég held að það skiptir miklu máli. Og svo svona bara fullt af málum sem að snúa að okkar samfélagslegu innviðum, að passa bara upp á hagvaxtarmaskínuna og svona bara þess að hagstjórn að halda verðbólgunni niðri. En svo held ég bara fyrir Sjálfstæðisflokkinn, endinn á því, sko, þá segi ég bara, það gengur ekkert að hafa sjálfstæðismenn í 3 flokkum, sko. Nei. Við þurfum að sameina Sjálfstæðisflokkinn, Viðreisn og Miðflokkinn og búa til sem sé svona þetta stóra borgarlega afl sem að Sjálfstæðisflokkurinn var og sem ég segi var nú sko ekki bara flokkur allra stétta, heldur líka flokkur allra skoðana. Já, einmitt. Og hafa umburðarlyndi, þú veist, gagnvart öðru og að mér finnst mjög bara leiðilegt að vita af öllum þessum samherjum mínum gömlum, sko, svona að dreifa það, sko. Já, í öðrum flokkum. Já, og bara, já, ég vil bara sjá að það sé bara gert eitthvað í því að við saminumst á ný, sko, einu flokki. Er eitthvað sem var gert á sínu tíma þegar flokkurinn var sem þá breiðastur og þannig á þessu tímabili 91 til þá aldamótana cirka, er eitthvað sem við erum ekki að gera í dag sem við vorum að gera þá? Sko Sjálfstæðisflokkurinn hefur löngum sem sé verið þannig að hann hékk saman á einhverju svona lími. Og límið var sem sé einstaklingsfrelsi, athafnafrelsi, stétt með stétt, jöfnuður. Ég segi stundum, sko, ég er frjálslyndur, íhalds- og frjálshyggjumaður með vænum skammt af jafnamanni. Einmitt. Nei, sjáðu. Og það er bara að halda svona þessu common sense lími í flokknum, og fólk í Sjálfstæðisflokknum út á það að það er eitthvað svona lím. Utanríkismálin voru sterkt lím
og einstaklingsfrelsið, frjálsræði í viðskiptum, stuðningu við einkarekstur í atvinnulífinu, lágir skattar og þetta allt saman. Þetta var svona, Sjálfstæðisflokkurinn var flokkur atvinnulífsins, hann var flokkur vinnandi fólks og sem sé, þegar ég var í kjördæminu, maður fór inn á alla vinnustaði og fólki fann að ég hefði sko áhuga á því hvort að þau hefðu vinnu eða hvernig fyrirtæki gengi og allt þetta og það var út af það sem var kosinn að hafa áhyggjur og áhuga því og vera umhugað að þetta geti allt saman gengið og þannig að ég held að við þurfum að setjast niður og finna límið til þess að búa til utanumhverfi og svo getum við bara verið áfram með alls konar skoðanir á öllum málum sko. Innan flokks sko. og eigum bara þola það alveg og leyfa það og allar umræður og komast bara svo að niðurstöðu og svo kemur bara alltaf nýr tími og fólk getur þróað og þroskað sína skoðanir og koma ný viðfangsefni og allt. Því að í rauninni ef við skoðum þessa þrjá flokka, það sem að sameinar okkur sko, er miklu fleira heldur en það sem við erum í rauninni að deila. Og hver sigur, sko, þú veist, við getum kannski náði 25% eða eitthvað svona, en svo getum við líka farið miklu neðar. Sko. Miðflokkurinn getur verið að dansa í kringum einhver 10%, Viðreisn getur verið að dansa í kringum einhver 10% líka neðar. Og þannig að hver af okkur sem þremur raunin ekki að gera einn sterkt mót. Sko. Nei, það er allir að gera vont mót í sig. Ég reyni að skoða þetta, sko, að við erum Sjálfstæðisflokkurinn stærsti flokkurinn í Augnablikinu og ráðum þess vegna ferðinni og í rauninni ef við tala sigur frjálshyggjunnar þá líka þetta bara að vekja athygli á því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í ríkisstjórn frá 91 í öll þessi ár nema 4 og það þetta bara heilmikið afrek út af sig að vera við stjórnvölinn svona lengi en svo þetta bara koma upp málamiðlanir og allt og að fólk eru þreytt á þessu og hinu og allavega en ég held að það skipti mjög miklu máli að fá svona stórt borgaralegt afl í einum flokki til þess að halda forystunni í íslenskum stjórnmálum. Heldur að það sé forsenda þess að þetta geti gengið upp sem að þú myndist á áðan með að halda hagvaxtarvélinni gangandi og að takast á við öldrun þjóðar og að koma á meiri samkeppni í kerfunum okkar? Heldur að það sé forsendan að vera með sterkt og breytt borgaralegt afl á hægri vængnum? Ég held að. Ég myndi segja bara já. Já. Sko í rauninni að spáinu í svona vinstriflokkana og þá í rauninni enginn þeirra í dag sem að tala fyrir því að taka upp einhvern ríkisrekstur. Nei. Ekki á neinu. Sko. En menn vilja halda í bankana, halda í sko, orkufyrirtækin og eitthvað svona. En í rauninni þá enginn að tala fyrir því eins og Alþýðubandalagið í gamla daga að það sé búin til sko, ríkisfyrirtæki til að sjá með innflutning og hveiti og sykri og aðra nauðsemi. Sko. Það er verið að rífast ÁTVR kannski og svona eitthvað. Rúf sem sko, þú veist, skipta málin en ekkert sem að veltir neinu í svona stóra samhenginu, sko, efnahagslega samhenginu. Nei, einmitt. Hvernig finnst þér erindi Sjálfstæðisflokksins vera inn í næstu 95 ár? Er þetta flokkur sem til dæmis ungt fólk ætti að kjósa? Hvernig myndir þú samfæra ungan verðandi sjálfstæðismann að styðja þennan flokk? Hvar verða tækifærin í samfélaginu eftir
10 ár, 20 ár, 30 ár, í hvernig samfélagi viltu búa, og ég sé bara ef þú hugsar svona eins og sjálfstæðismaður þar sem að er lögð áherslu á frelsið, að þú getur ákveðið hvar þú vilt búa, hvað þú vilt gera, þú sért ekki þjakaður af of miklum sköttum og það er svigrúm til þess að svona komast áfram fyrir því og þínu fjölskyldu, það sé öflugt velferðarkerfi. Ég myndi segja að þetta er það sem Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir, sko. Að við séum að vaxa efnahagslega, gera það gott og hafa efni á því að halda úti þessari velferð, sko. Heldur að Sjálfstæðisflokkurinn sé að fara að nýta næstu áratugi að tryggja þetta? Ég veit ekki, ég er dauður þá, ég veit ekki hug. Ég held að við látum þetta verða að loka orðin hjá okkur í þessu spjalli. Fylgist þið vel með á miðlum flokksins. Við munum taka viðtöl við fleira fólk. Þar munu birtast viðtöl út þetta ár. Takk fyrir kærlega fyrir komuna, Vilhjálmur. Já, takk fyrir mig. Gaman að vera með.